Jæja, góður verið velkomnir að skjánum. Sport TV með ykkur hér á Seltjarnarnesinu. Freyr Brynjarsson heiti ég og Krissi Aðalsteins með mér. Og það eru Grótta og FH. Krissi, þetta verður hörkuleikur eða ekki eins og bara flesti leikir í deildinni? Jó, ég held að það sé ekki nokkuð spurning. Þetta eru mjög áhugaverðir leikur að því leytinu til að hvoru þessara liða hefur tapað leik í þessum fyrstu tveimur umferðum og ég held að við höfum bara vona á bara hörkuleik. Vonandi fáum við það eins og síðast í samanbyrjunni. Já, bæði lið búin að gera góða hluti og það er eins og þú segir, það er eitt lið sem verður með 60 hér í kvöld vandarlega. Það gæti svo sem farið í jafntefli, við getum útiloka það. En FH-liðið, það er pínu breytt, það er svipað á síðasta leik, en Ásbjörn náttúrulega meiddist í fyrstu umferð og er ekki með. Og verður ekki með næstu umförum. Brotnaði á hendi. Já, við sjáum að Gísli Þorgeir mun leiða sóknarleika FH-inga, mun spila miðina og Jóhann Birnir Ingvarsson mun spila vinstra megin fyrir utan. Hann var að gæla við að Ísak Rafnsson geti spila frá byrjun en þeir ætla að fara aðeins varlega í sakirna með hann. Já. Besti leikmaður FH-inga hingað til já, öðrum ólastöðum getur við sagt, Óðinn Þór Ríkharðsson, búinn að vera frábær í hægra horninu. Já, sammála því. Og maður sá það í Hafnarfjarðarmótinu í undirbúningstímabilinu að hann var greinilega klár í slaginn og að hann var kannski eins og segja, þessir landsliðsstrákar U18, U20, þeir kannski voru komin aðeins lengra í leikformi heldur en aðri leikmenn. Já, það er rétt. Og þeir eru flest allir sem voru að spila í sumar á þessum mótum og eru búinir að vera að spila vel í upphafi móts. Já, það hefst leikur, FH-ingar hefja þennan leik, auðvitað fleiri leikir á dagskrá, Selfoss Haukar, Stjarnan Valur, Afturelding Fram. Þetta er alltaf að gerast í kvöld og það verður fróðlegt einmitt að sjá hvernig úrslitin verða á Selfossi. Algjörlega. Ná Selfossingar 3 leikjum í röð og tapa Haukar 3 leikjum í röð. En þá er það FH-ingar sem að hefja leik. Hér er Gísli Jóhann upp með skot og skorar glæsilegt mark hjá Jóhanni Birgi og skorar fyrsta mark sitt í leiknum og fyrsta mark leiksins. Þeir eru beinskeyttir FH-ingarnir. Gísli gerði þarna mjög góða árás á markið og opnaði vel fyrir Jóhann sem kom að krafti. Þeir þurfa að stíga upp þessi strákar. Það er stórt skarð að fylla að Ásbjörn geti ekki spila. Já, þá er það Gróttumenn, þeir eru með Elvar hérna, hann er landsmaður, ég held að sé á láni frekar en hafi bara komið yfir frá Valsmönnum. Já. Og svo er Leonard hér í hægri skeytinni, hann kemur frá Haukunum. Á miðjunni er svo Nökkvidan. Hér er Nökkvidan, brotið á honum en frábær sending hérna en dómarnir dæma aukakast. Þráinn Orri Jónsson hann á línunni, hornanum Júlíus Þórir Stefánsson og að sjálfsögðu Finnur Ingi Stefánsson í hægra horninu. Já, bræðurnir halda áfram að spila sína stöðu bara. Já, þetta er erfið sending og Ágúst með enn erfiðara sendingu og það gengur ekki upp. Þeir tapaði boltar í röð, sikkur liðinu samt sem áður. Ára Lennart. Og þetta sending í hornið var hátt en Finnur náði þessum bolta. Spila svona blandfreysi FH-ingarnir, spila svona bland af 5-1-3-2-1. Þeir eru svona með Arnar liggur hérna fyrir framann. Það verður forvitnilegt að sjá hvernig þeim tekst að ráða við Þráininn á línunni. Já, þeir stíga hérna fram þar sem línumannur ekki og þetta niður á Þráinn og þessi sending slæm. Aftur keyra FH-ingar upp. Annars getur röð sem Ágúst Eli nær boltanum bara auðveldlega. Þessi sending frábær og í horninu skorar leikmann nr. 22 Arnar Freyr Ársælsson fyrsta mark sitt og FH-ingar komnir í 2-0. Einar Rafn Einsson ekki komist inn á þá. Gríðarlega vanmetinn leikmaður Freysi, hann Arnar sem spilar hérna fyrir framann í vörðinu sem skoraði síðast. Hann kom úr Fram eins og Óðinn Ríkharðsson og þetta er svona ósér lífinn strákur, gefur sig allan í þetta og nokkuð vissum hann aftur að vera mikill styrkur fyrir FH-inga. Já,
Það var ansi margir sem að framarar sem að færa sem set og hér sending í hornið. Finnur með glæsilegt mark. Finnur Ingi Stefánsson með fyrsta mark sitt og fyrsta mark Gróttu í þessu leik. Það var að Gísli Jóhann keyrir hérna utanvert, tekur skotið, varið og gullspjald á Finn. Lárus Gunnarsson að verja fyrsta skot sitt í leiknum. Vantaði kannski smá eitt skref hann að hjálpa Vörn hjá Leonard, en hann hefur nú sannlega getað fengið rauningin á þetta. Já, hann kannski fengið aukakastið en ekki gullspjald. Já, þá hef ég erfarangar aftur sóknina. Gísli Þorgeir, hann alltaf að leiða þetta sóknina og boltinn endar í horninu og glæsilega slútað. Aftur það Arnar Freyr Ásansson sem að skorar. Og Leonard keyrir hérna upp en Grótta þarf að hægja á þessu. Já, það Gísli Þorgeir, hann kemur til með að mæða svolítið á honum sóknarlega. Já, ekki spurning. Stjórna þessu sem Ásbjörn er frá og verður það næstu, örugglega 6 vikurnar. Gísli er bara kominn lengra en hans jafnaldrar í leikskilning og svona öllu spili. Hann er ótrúlega þroskaður með ungan aldur. Frábær leikmaður. Já, hér er Leonard og klárar þetta með utanvert og Jóhann ítir honum og dæmt vítakast. Það er kannski sam og í síðustu sóknu á F-fangum hefði mátt koma eitt skref frá Gísla í hjálpavörninni. Já. Þetta var vel gert hjá Leonard, hann keyrði þarna miklu krafti, skar víti. Það var að Finnur sem að fer á punktinn. Og hann skorar! Hægt var það en það telur. Sjálfsögðu minnum fólk á að hashtaggi Ólistildin, ekki satt, Krissi? Jú, hárið rétt að gera og líka bara að vera duglega að twitta í hvernig staðan í öðrum leikjum og svona, við erum að fá að fylgjast með þessu öllu. Já, förum við yfir hálfleikstölur hérna á eftir úr öðrum leikjum. Þá koma F-fangar, Einar Rafn, Jóhann, Gísli, vel gert, frábær fitta, en Jóhann... Það hefði Jóhann átt að halda áfram lengra. Já, vinnur ekki nógu vel út úr þessu hana. Nei. Já, Gísli Þorgeir búinn að fá að ná held í næstu 3 mönnum í sig hana. Já. Miklu snöggri pappin sinn. Hér er hann með fína sendingu en frábær vörn. Þannig já, Þráni Orra og þessi vel gert. Og slútið er glæsilegt. Það er Leonard Þorgeir sem skorar 3. mark Gróttu og jafnar leikinn. Það var fín sókn hjá Gróttumönnum. Þráinn flottur í vörninni hérna og hér er Einar með lélegt skot. Og það er bara fyrir framjá. Leistu vel úr þessu Grótta síðast, þá byrjaði á frábæri vörn hjá Þráni og þeir koma boltanum fram fljótt og... Júlíus Stórir hérna var komið með mann í sig en náði svo... Nú er eitthvað í gangi hérna í húsinu sem að... Þetta er mjög skemmtilegt. Það er að kveikta á þessu hérna. Þetta er nýjasta tónlistamekkur ungkynslunar. Já. Og hann er ekki velkomin hér. Áfram höldum við. Já, 3-3 eftir 6,5 mínútu. Og F-fang myndi byrjunarleik betur en Gróttumenn komust hérna í það glæsilega gert. Það hlýtur á aukakast og hann fær hérna, já, nýið í mjög nálægt viðkomustað. Sýnist hann halda náran. Já. Sá ekki almennilega hvað gerðist með grunar að nýið hafi farið þarna nálægt miðju. Já, sennilega farið í örugglega Jóhann Karl. Því að Jóhann Birgir fekk 2 mínútna brottvísun fyrir að svona taka full röslega á honum en hann lendi, ég held hann að við lendi á Jóhanni Karli. Já. En við sjáum það á sjúkraþjálfaranum, þetta var sem betur fyrir ekki
The Holy Grail. Nei, mér sýnist að það er myndið nýja læri, það er jafnvel verra. Já, ég leið svona til lengri tíma. Já. Hann er eitthvað að hlúa Leonard, hann þarf að hvíla. Já, svo er já, veit það ekki, ég maður ekki fara að setja mig í spór sjúkraþjálfara hérna, en það er spurning hvort hann hafi bara tognað í fintunni, ég veit það ekki. Já, það gæti verið. Gæti verið. Tognunan ára er afsaka orðbræðið, það er djöfulegt. Já. Ægja við. Þá er Kristján Þór Karlsson af öllum mönnum mættur til leiks að nýju og kemur hér inn á. Þá kemur vantilega Finnur í skiptuna bara, ekki? Já, Finnur kemur í skiptuna. Kristján verið frá handbolta í smá tíma. Komin aftur á fullt í þetta. Og það Finnur. Elliði, frábær sending á Þráinn og Þráinn skorar. Þessi er nökkvitan, Elliðason. Já. Það rættist úr þessu, þetta leit ekkert rosalega vel út til að byrja með, en hann náði sendinguninn á Þráinn, það var vel gert, vel klárað. Já, nökkvið var hann full nálagt og vörninni á þess að vera klukkaður. Sjáum að F-áingar eru með þessa markmannskiptingu, einu færri, skipta Ágústi Eli út og Ísak Rafnsson kemur í skiptuna. Já. Það er vantilega að fá hlutverk Einars. Einar náttúrulega skiptir alltaf hendar í vörn. Já, þetta er vel gert og víti dæmt á Gróttu. Finnur hann brotlegur. Gísli mjög snöggur hann. Já. Veit ekki fyrir þessi, mér finnst þetta á fyrstu mínútunum, mér finnst vantar pínu frumkvæði varnarlega hjá Gróttu. Mér finnst þeir F-áingarnir fá að fara með boltan á 7 metra áður en að eru klukkaðir. Já. Þetta er svolítið að byrja aðeins mark, það byrjar hérna mitt vinstra megin og það er Gísli Þorgeir sem er að byrja þetta nánast undantekningarlaust með fittum og Finnur kannski ekki alveg að ná á stöðan. Nei. Spurningum þurfa að spila aðeins ofar á hann. Þessi sending er góð og skotið ekki nógu gott en þeir fá einkastið samt sem áður. Ágúst Eli að verða sitt fyrsta skot. Ágúst Eli hundfúll með Arnar fyrir að taka ekki frákastið þarna. Já. Skiljanlega. Þessi frábærlega gert og hér er 2 mínútur á Ísak. Já. Þessi er hárrétt. Þetta er hárréttur dómur. Frábærlega að spila hjá Gróttu, mikill kraftur í nökkvatan hérna í byrjun. Já, hann ósér hlífinn hann að hendi sér í gegn og uppskar flott mark og F-áingarnir að tínast hér út af tveimur fari. Það eru 17 sekúndur í fyrirmanninn. Já. Gróttumenn komnir yfir 5-4. Jóhann Birgir inn á, fyrirmaðurinn. Já, hann kemur inn á núna. Það er jafnmarkið sóknarlega, vantar hann markmanninn. Það var að Gísli, hann fer í fittuna, fer utanvert. Núna er Finnur á stóðan. Það verður ekki að fá smá hjálp hérna frá Gísla, nei, frá Kristjánu Sig. Og maður aftur, stöðuskipti. Og Gísli hefur þetta með stiflun og sendi boltan hann skemmtilega á Ágúst. Og hann skorar. Ágúst Birgisson að skora fyrsta mark sitt. Þetta var skemmtileg sending hann lengi á leiðinni. Eru áfram í yfirtölu, Grótta. Já, einu fleiri. Sending í hornið. Og þetta er skemmtilega gert. Snýrar hann á nærstöng. Júlíus Þórir Stefánsson. Kemur aftur Gróttu yfir 6-5. Lítið er komið út úr hægri vængnum hjá F-áingum. Já. Það er allt að gerast þetta vinstra megin. Og hvað þeir gera núna? Einar, Gísli. Ágústar boltan, kemur Jóhann, nú byrjar stimplunin. Það er Gísli Kristján, Jóhann, Einar, Gísli, inn á miðjunnar, Einar tróðanum hann á línuna, gengur ekki upp og Gróttumenn vinna boltan. Gróttumenn einu fleiri í 10 sekundur viðbót, spurning hvort þeir ná að setja strax í gang, það er sama kerfi, innleysing. Frábær hávörð þarna hjá Ágústi. Ver þetta frá Finninga. Þannig að þið Finnur að losa boltan, komið með 2, nei hann kom með allan Ágúst í loftið og þannig að þær hefðu voru búin að vinna þarna. Það voru
4-2. Já. Sjáum að F-fáingar hafa spilað ennast hver einhverstu sókn, eða sama kerfið þar sem Ágúst kemur út hérna vinstra megin og sækir yfir. Hér guldspjald. Já. Þarna var Árni Benedikt Árnason full harður og hélt ólengi. Guldspjald. Já, allur reynar það sama en nú kemur Einar. Og skot og Gísli skorar. Gísli Þorgeir með fyrsta mark sitt í leiknum. Jafnar leikinn 6-6. Elvar finnur Nökkvi með skot, gengur ekki upp. Ekki nóg gott. Gera rætt. Óðinn Þór. Já, Óðinn skorar. Óðinn Þór Ríkarsson með fyrsta mark sitt. Ágúst Eli búinn að verja 2 bolta. Lárus Gunnarsson með 1 marinn. Hann hefur byrjað þetta Íslandsmót eiginlega bara eins og hann endaði síðasta. Óðinn Þór, algjörlega, hann var frábær í þessu fyrstu 2 leikjum. Var besti maður okkar á U20 í sumar og strákur sem á eftir að ná langt. Ég var samfærður það. Já. Það var Elvar fyrir utanverð, kemur boltanum í hornið og þetta er... Oj. Já. Óheppinn hann Júlíus Þórir. Fín spil hjá Gróttu. Hér Rauningur. Þarna kom hjálpavörðin. Já. Þessi fjórði tapaði boltinn hérna hjá FH í fyrri hálfleik. Staðan orðin 6-7, FH í vil. Markaskorið dreift ágætlega hjá báðum liðum. Finnur Ingi með 2 og svo koma Júlíus Þórir, Leonard, Nökkvi Dan og Þráinn allir með 1 mark hver. Arnar Freyr hjá FH með 2, svo koma Jóhann Birnir, Einar Rapp, Gísli Þorgeir, Óðinn og Ágúst með 1 mark hver. Já. Það svona nokkuð jafnt í liðunum. Að dreifa þessu vel. Gott tempo í þessu leik. Bæði liðin að byrja þetta miklu krafti. Já. Alltaf reyna að keyra upp svolítið tempo í leiknum og það er auðvitað það skemmtilegasta fyrir okkur. Við verðum að horfa og fylgjast með. Já, FH-garnir hafa, eins og segi, verið henda boltanum svolítið frá sér. Mist boltan 4-5 sinnum klaufalega á þess að ná skoti á markið. Og á meðan Gróttumenn hafa gert það tvisvar. Leonard komin inn á aftur, haltrar hérna. Spurning hvað hann getur beitt sér mikið. Við sjá hvað verður úr því. 5-1 vörnin á 3-2-1, 5-1, 3-2-1. Hvað vil ég kalla það? FH-inga. Hér fyrir framann og Nökkvi, Leonard. Kemur boltanum á Elvar, erfitt. Elvar náði ekkert að gera úr þessu. Nei. Aftur Elvar. Boltinn aðeins úr aftan. Nökkva, en hann að koma boltanum í hornið. Þessi bolti á bróður hans og glæsilega gert. Frábær sending og glæsilegt marki á Finn Inga. 3. mark hans. Áfangar 7-7. 13 mínútur liðnar. Mér finnst áfram þessi Freysi, ég ætlum ekki að vera að endurtaka mig mikið þetta. Mér finnst ennþá vanta meira frumkvæði varnarlega hjá báðum liðum. Þetta er algjört óþarfa mark hjá Örfæðingum að fá á sig hendingu upp. Já, ég sammála því. Og víti. Já. Ég veit það ekki. Nei, þetta var svona... Það er kannski full mikið verið stíðin inn í teginn, en hann rann þarna fannst mér nú bara. Þetta var ódýrt. Já, þetta var ódýrt. En Einar þykkur það með þökkum og gerir hvað? Nei. Það er frákastinu og aftur verður hann beint í andlitið og hann er brjálar af Lárus. Það ætlar hann heyra, en Einar getur ekkert gert í þessu. Lárus hendir sig hérna niður eftir boltanum og reynir ekkert sem að Einar getur gert í þessu. Nei, hann var nú bara óanæður að fá ekki brot held ég á seinna skotið. Já. Það var það sem hann var að... 2 klikk í röð þarna hjá
Einar Rafn. En Lárus Helgi með 2 varða. Já. Markmaður nummer 7. Tekur það, já. Númer 7 í markinu. Lárus Helgi Ólafsson. Jæja, skulum við sjá hvað Gróttumenn gera. Þetta er náttúrulega bara að banna þetta, sko. Leik markmaður nummer 7. Það er eins og útileiknum nummer 1. Já. Það er jafn næstanlegt. Þá er það Gróta. Þetta er frábær sending og vel slútað hjá Þráni Orra. Og hann skorar annar mark sitt. Nökkvi Dan með frábæra sendingu að það. Jóhann ætlar að reyna að klára þetta og er bara dæmdur ruðningur á hann. Og Þráinn heppinn þarna. Alveg geta fengið eitthvað á þetta. Elvar með skot úr skrifinu og FH slá boltan út af. Þriðja skoti sem að Ágúst til yfir. Já, Þráinn ítti þarna aðeins í Jóhann og hann var í rauninni heppinn að dómararnir sáu þetta ekki. Það er alveg getað að dæma þetta. Góður kraftur í Nökkva Dan hérna í byrjun. Hann er búinn að, hann og Gísli þeir hafa svona verið að sprengja leikið svolítið upp. Hann hefur ekkert að skjóta, sjá frábær sending en þvílík markvarsla hjá Ágústi Eli, 4. skotið hans sem að hann verið í leiknum. Og Leonar náði ekki að skora. Gísli missir boltan hann og tapar honum. Heimir. Er þetta ekki allt samkvæmt reglum Freyr? Það má ekki slá boltan á höndum leikmann. Nei. Þetta var alltaf fríkast, það er rétt. Vonda, hvað er FH leikli? Já, stöðun 8-7 fyrir Gróttu. Þetta er búið að vera opinn leikur hér og menn að ná að ágætu skotum. Já, það er svona, ég veit það ekki, það er liðin líta bæði út fyrir að spila eiginlega óafinnanlegan sóknarleik innan geðsalappa. Að því lítur til að eiginlega komast í dauðafæri hverju einustu sókn og það eiginlega kannski segir ýmislegt varnarleikinn beggja megin. Það er spurning hvort að FH þurfi ekki bara að fara í 6-0 til þess að svo loka betur. Jó, þetta er allavega, þetta er allt opið eins og staðinu núna og við sjáum þessi hreyfing sem FH-ingarnir er að keyra mjög mikið sóknarlega með að keyra Ágúst Birgisson út og skila boltana til hægri til að einangra fyrir Gísla Þorgeir vinstra megin. Það hefur skilið Finn Frey eftir í miklu vandræðum. Já, þeir hafa verið að komast þarna utanvert og svo verið að finna línuna ágætlega. Þannig að spurning hvað þeir gera núna. Bæði liðin ætla að spila hér 5-1 þessa stundina og það er bæði lið hafa náð að opna varnirnar ágætlega. Nú sáum við að eiginlega akkurat það sem við vorum að tala að þeir eru búin að breyta í vörninni, þeir eru komin með Árna Benedikt í bakvörðin hérna móti Jóhanni og Finnur kominn inn í horn og Elvar kominn inn í vinstri bakvörðin fyrir þetta er að því að Leonard er eitthvað tæpur. Já, hann leysar inn í 4-2, Jóhann upp, sendingin á Einar fyrir utanvert, gefur í hornið á Óðinn og Óðinn skorar ekki. Nei. Skýtur framhjá. Óðinn Þór með annars skot sitt í leiknum og þetta skot fór framhjá. Hvað gera FH varnarlega? Já, 6-0. Það sem að þú talaður Hvor er í 6-0? Já. Sjá hvað er Gróttumenn, hvað vopnað það er á 6-0 vörnina. Gengur það upp. Kannski ekki með rosalega skittur eitt fyrir utan. Elvar, kannski eina skittan og þetta er brot og gulspjald á Jóhann Karl. Langt inn í teig. Kalla áhorfundir hér. Já. Leonard. Elvar allt opið. En þeir eru með Ágúst. Já. Þarna var Jóhann gjörsamlega seldi sig. Já. Allt opnaðist. Það var Gísli keyrir að markinu og skorar. Vel gert hjá honum. Gulspjald á Július. Já. Gísli Þorgeir að skora annar mark sitt í leiknum.
Já, þeir þurfa að stoppa í þessu Gauta-fóðingar. Þetta ekki gott. Þeir eru búin að fá fullt að dauðafærum hjá Gróttumenn. Já, Áki þurfa að Áki verður nánast hægt að opna 6-0 utan svona rosalega. Og hér Leonard, en boltinn endar í horninu og víti. Það vantarlega stytti sér leiðan Einar eða Óðinn. Sýndist Einar hlaupa aðeins hann inn teginn. En ég ætla að leyfa dómarnum að njóta vafans í þessu. Og þá það Finnur. Nei, framhjá með boltinn. Finnur að skora 3 mörk í þessu leik. Það er ekki að bæta því 4. við. Staðan ennþá 8-8. 18 mínútur liðnar. Nóg að mörkum allan þessu, við getum ekki kvartað undan öðru. Nei. Það reyndar að hafa bara 2 mörk á síðustu 5 mínútunum. Já. Segir kannski ímestlegt á varnarleikinn fyrsta korteri. Já. Leysaðurinn hér, Andri Jóhann upp, hætti við, reynir að keyra hérna inn utanvert, gengur ekki upp. Þetta er miklu betra núna, varnarlega hjá Gróttu eftir að Árni kom í bakvörðin. Já. Það var Loka, spilaði hérna 4-2. Já. Þetta fyrir allt og auðveldlega hérna framhjá Júlíusi Þórir. Júlíus Þórir bara árandi og Gunnar er ekki sáttur, léttur. Nei, Dóri ekki heldur. Nei. Og Leysaðurinn. Já, hann Loka hérna á Gísla og þetta er pínu yfir. Ég finnst ég veit það ekki Freysi, þetta er annars skiptið í raununa sem að F-fæðingar keyra Arnar inn á bakvörðin fjær í 4-2 og þeir drippla og halda boltanum hérna vinstra með Jóhann og Gísli, þeir eru að koma boltanum yfir. Já, Júlíus Þórir gerir þetta vel hérna, hann lokaði hérna á sendingarleiðina og bara lét Gísla Þór ekki fara hérna inn á utanvert og þar lokaði bara á hann. Þannig að þeir þurfa koma boltanum yfir, það er nokkuð ljóst. Við erum með yfirtölu hinum meginn ef boltinn kemst yfir. Já. Það var Leonard, Elvar, Nökkvi, Einar, hann er að missa hausinn hér Einar. Ekki gengið vel í honum í þessum leik. Það er að fiska runningarna, þetta var ekkert átt á Nökkvi með skot, erfitt skot, ekki nógu gott og skiptir bara framhjá. Já, ef hann gera upp. Jóhann og Kristján með skotið en Lárus verður það. Lárus Helgi, 3. skotið hans. Þetta var lesið. Já. Frábærlega varði. Það skiptaðir hérna alltaf Gísla út af. Staðan 8-8. 10 mínútur eftir, 9,5 mínútur eftir. Og Leonard komið í hornið. Finnur hérna fyrir utan. Kemur Leonard, sækir boltan, höldur upp, hætti við skotið. Boltinn endar hjá Finn. Finnur á Nökkva, hann keyrir í gegn og skorar. Nökkvitan með annar mark sitt í leiknum. Er spilað hjá Gróttu. Ná að opna vörðina nákvæmlega. Einar. Já, fór hann að vinna í fótinn á Júlíusi. Og hvað ætlar Heimir Örn að gera? Gulspjald á bekkinn. Þeir vildu náttúrulega fá eitthvað dæmt meira þarna. Þar mínútur jafnvel fyrir að setja fótinn í boltan. Hann hætti við Heimir. Bara vorða niður. Ekkert gulspjald. F-fæðingar þurfa að láta boltan fljóta núna. Meira tempo á boltan. Þeir eru Gísli og Jóhann sérstaklega. Þeir eru mikið að dribbla og Einar enda líka. Og meira flott á boltan. Þeir eru ekki búin að skora núna í hvað? Já, hans er ekki. Það er örugglega með 4-5 mínútur síðan. Já. Spilaði samankerfið. Einar. Vel gert. Jóhann lendir í vandræðum hann að brotið á honum. Já. Einar Rapp fekk hann að vænt högg í andlitið en harkað það af sér. 6 vinstri kalla Gísli. Já, hann komaður hérna aftur. Kemur stimlun. Armin. Einar með fína sendingu og aukakast dæmt. Af hverju er þetta ekki vítt? Já.
Ok, sorry, ég var ekki að setja mig í sportdómana hérna. Jú, alveg að koma þessu. Það er Aron Gísli, Einar með skot en Elvar Verða, Óði fær boltan og hann slútar þessu vel. Óði Þór. Einar, pínu heppinn hann að boltinn rökk af Elvari og í hornið. Staðan er 9-9. Leið og boltinn fekk aðeins að ganga, þá fenguðu sénsinn og reyndar alveg rétt eins og segir að Einar var pínu heppinn hann að skotið fót til Óðins en menn sækja sér heppnina víst Freysi, segja menn. Já. Það segja menn víst. Það segja menn. Vilhjálmur kominn inn á. Já. Vinstri skiptuna. Já. Hann vinstri og hornamaður aðalega. Sjá hvernig hann er að plumma sig hérna í skittunni. Vilhjálmur Geir Hauksson spilaði lítið í fyrra, var í Haukunum þar áður og stóð sig ágætlega bara í hóndinu þar. Leonard, Vilhjálmur, Rökkvi, Leonard að beint boltinn út af aukakast dæmt, Ágúst Brotleifur. Það var að Bróta, stilla hér upp. Leonard, Vilhjálmur, Rökkvi á Leonard myndir þetta skot og það var góð tilraun hann að markmaður var farinn en hann hitti bara ekki nærhornið. Og hér tapaði boltanum, keyra upp, Júlíus Þórir kominn einn í gegn og skorar! Glæsilegt mark og kemur Gróttu yfir 10-9. F-fangar fljótur upp. Jóhann með undirhandarskot, hætti við, sendir í hornið, vel gert en þetta er frábærlega varið á Lárusi Helga. Það er mikið búið að gera sérna á 30 sekúndum. Heldur betur, þetta gengur hér enda á milli alveg á fullu og veit það ekki, þetta var svona árás sem þegar Jóhann fór að stað þá hugsaði maður okkur þetta flýtaði svona en hann reddaði þessu. Já, hann hafa reddað þessu, sendingu aftur í bak. Svo sem fín færi, ágæti skot hjá Arnari Frey en maður verður bara að gefa Lárusi þetta og þetta var vel varið, hann lokaði vel og rétt svo kom við hann sem var nótið þess að fór í stöngina. Hér er skot og glæsilegt skot. Það er Nökkvi Dan sem að skora það, þriðja mark hans í leiknum og 11-9 Gróttu í vil, komnir 2 mörkum yfir í fyrsta skipti í þessum leik. Þá þurfa F-fangar að stilla saman strengi sína og svara þessu. Gera þeir hérna Freysi að önnur breyting varnarlega hjá Gróttu. Þóri Bjarni er kominn í hægri skiptuna og Árni færir sig yfir til vinstri. Já, Elvar er á bekknum, þá er það að gera þetta. Hér er Kristinn Gíslján í spil. Já, dauðafæri í horninu. Þetta er vel gert. Þetta er nákvæmlega það sem vorum að tala um á hann. Að ná að halda flotinn á boltanum, láta næstu sendingu ganga og fá þið dauðafæri. Júlíus Þórir má bara ekki láta þetta gerast, hann verður að stoppa. Það er rétt. Hann verður að klukka einhvern annan, gengur ekki að boltinn sé að fljúga þarna yfir hann hægri vinstri. Þannig að ef það er að gerast þá er allt opið fyrir F-fangarna. Þá þarf einhver annar að redda honum. Þannig að þetta var vel gert og FH minnka muninn í 1 mark, 5 mínútur eftir. Þá er það Vilhjálmur. Sækir hér Finn, Leonard, Nökkvi. Já, þetta er bara góð vörn, það er að segja alls vel. Já, og Ágúst líka, hann gerði þetta fagmannlega. Hann hjálpaði honum að minnka fallið, þannig að þetta er ekki verður þetta þurft að vera. Nei, samt nógu vont. Já, það er rétt. Þetta hefði getað verið... Já, hann hefði getað sleppt bara höndunum upp og það var lent mjög illa, þannig að þetta var vel gert að halda bara í og koma nú niður. Það var það, Júlíus, Vilhjálmur, Finnur upp með skotið og hann skorar! Það heppni þarna hann hjá Finn. Ágúst Eli var alveg í þessu og hann er brjálaður hann Ágúst Eli. Ég veit að hann átti að verja þetta. Og 10. Ísak Rapsson inn á, F-fanga, fyrir Jóhann Birgi. Sitt forlóta árband. Þá kemur
Gísli með kerfi, hér kemur Jóhann og sækir, Ísak kemur inn á miðuna, Einar kemur í árásina og Ísak með skot og það fer í slána og upp í Rjáfur. Að gera, þetta gott kerfi fyrir Ísak, koma hérna smá flugbraut og þannig að kannski mátt fá hann aðeins fyrr boltan. Bara vonandi að Ísak ná að komast almennilega í gang og í sitt besta form. Þetta frábær leikmaður, bæði varnar og sóknarlega. Já, hörku leikmaður. Mikil skytta. Það var það Leonard, Nökkvi, Vilhjálmur upp. Hann með góðan stökkra, boltinn endar í horninu og þetta vel slútað hjá Júlíusi Þóri. Varði Ágúst Hildi ekki eða? Fyrra skotið? Já. Jú. Já. Hann með 6 var það. Markværsla 13-10. Gróttu vil þegar 2,5 mínútur eftir af þessum leik. F-fangar Ísak með skot, þetta beint á Lárus og Þráinn neglir honum fram. Og hér Einar brotlegur. En leikurinn fær að halda áfram, þetta var ekki Þráinn. Þetta var Árni sem átti þessa sendingu fram á Þráinn. Já. Sem að kom svo boltanum á Júlíus en Einar hann náði að stöðva þessa sókn. Lárus Helgi með 5 varða. 13-10, Gróttumenn að gera góða hluti hérna í fyrri hálfleik. Það var Nökkvi. Leonard. Ísak nær ekki að klukkan og þetta gerir Leonard vel. Ísak að reyna að grípa í hann, hann greip í tómt og Leonard komst hann fram hjá hann og náði fínu skoti sem Ágúst Hildi var í og kannski mætti segja að síðustu 2 skot sem að F-fangar hafi fengið mark á sig á, það hefur kannski Ágúst Hildi átt að taka. Já, það eru skotin sem eru að detta inn hjá Gróttu en ekki F-fangur núna. Já, Ára Einar, kemur boltanum áfram Ísak í horni og Arnar skorar. Já, vel spilað. Arnar Freyr, já. Það er vel gert á Einari að hoppa hann fram hjá 3 leikmönnum og náða svo dribbla, kom svo boltanum Ísak út í hornið og staðan á að vera 13-12 eða ekki? Eða 14-11, þetta er rétt. Já, síðasta mínútan í fyrri hálfleik. Já. 14-11, Gróttu vil fara með 4 marka fótskot í hálfleik. Hér er Nökkvi með skot, þetta les Ágúst og hér keyra þeir upp. Einar Rafn, vinnur boltan. Og Gísli, Einar. Já, komin í gegn og vel gert hjá Einari og skorar 12. mark. F-fanga, minnka munin í 2 mörk. Það kom hann að fát á vörnina hjá Gróttu, þau vissi ekki alveg, Vilhjálmur vissi ekki alveg hvað hann átt að spila og auðvelt mark að fá á sig. Já. 10 sekúndur. Já, að gera Gróttumenn hér. Mikið eftir F-fanga að stoppa þetta en nær boltanum og skorar. Þráinn Orri skorar. Býtur nú við hvað Þráinn að gera þarna. Ég held að hann hafi reyna að koma sér frá því að fá boltan í sig. Já, og staðan 15-12 í hálfleik Gróttumönnum í vil. Mikið búið að ganga á hér í þessum leik og F-fangarnir mistu tökin aðeins á þessu. Grótta hélt dambi og eru 3 mörkum yfir hér í hálfleik. Við ætlum að taka okkur stuttli og komum svo með seinni hálfleikinn. Ómbráðar, farið ekki langt. Meat and Cheese, pítsan sem allar hina pítsunar öfunda, enda vinsælasta pítsa. Dominos. Og þau fara saman heim til hans, hún fyrir eitthvað rót í ruslinu og finnur óléttupróf. Var það jákvætt? Veit það ekki. Við erum ekki bara að klára seríuna. 5500 klukkustundir af safaríkum sögum. Þá þurfum við bara að gera það. Svona á Sjónvarp að vera. Þú fær Sjónvarp Símans Premium með heimilispakka Símans. Þú getur meira með Símanum.
You have 36 hours to eliminate all the targets on this list, or they will eliminate me. I spent my whole life setting people up to die. I can set you up to live. Mechanic Resurrection. They're relentless, aren't they? So am I. Frumsýnt 9. september í Sambíónum. Hvort sem þú vilt dotta í makindum yfir dagskránni eða vera hluti af ógleymanlegu augnabliki, sér Míla að það gerist hratt og örugglega. Við tengjum íslensk heimili og fyrirtæki, svo hlutirnir gangi sinn vanagang. Míla, lífæð samskipta. Opel Astra bíll ársins í Evrópu. Fáðu meira en þú átt að venjast. Opel. Hjá bílabúð Benna. Fáðu þér litríkan Sony Xperia XA og fáðu flotta New Balance 410 strigaskó í kaupæti. Láttu vaða, skelltu þér á síma og skó. Sony Xperia XA og New Balance. Algjörlega ómissandi með leiknum. Dominos. Allt sem hún þarft að vita bíó getur þú haft í símanum. Náðu í nýja Sambíó-appið og þú getur kynntir hvað í bíó og keypt miða. Í appinu úrval leikja. Auk þess getur þú snúið lukkuhjólinu einu sinni á dag og þar hægt að vinna bíómiða og fjölda annara vinninga. Náðu í Sambíó-appið. Það margborgar sig. Reytir fasteignafélag stærsta þjónustufyrirtæki landsins á sviði útleigu atvinnuhúsnæðis. Okkar starf að finna fyrirtækjum réttan stað og skapa þeim hentuga umgjörð utan starfsemi sína. Við sérhæfum okkur í þjónustu og rekstri atvinnuhúsnæðis með áherslu á verslunarhúsnæði, skrifstofuhúsnæði og hótelbyggingar á höfuðborgarsvæðinu. Samfimm kynir. Mayday, mayday, mayday. This is Cactus 1549. We've lost both engines. Cactus 1549, do you need to return to LaGuardia? We can't make it. We're going to end up in the Hudson. Simulations showed that you could make it back to the airport. Not possible. If he had followed the rules, we'd all be dead. What if I did get this wrong? What if I endangered the lives of all those passengers? People call you a hero. I don't feel like a hero. Sully! Sully. Forsýnd helgina.
Jæja, þá erum við mættir aftur með seinni hálfleikinn. Kannski einhver tók eftir því að það voru liðsmenn, leikmenn lesnir upp hér í hálfleik. Það var eitthvað vesen hérna fyrir leik og Íslandsmeistarinn Lovísa Thompson átti að sjá það, hún klikkaði. Fann ekki út úr hvernig átti að kveikja græjunum. Nei, þetta er ekkert fyrir hvert sem er. Nei, það redduðu þessu bara í hálfleik og ekkert mál. Við erum að hrósa Bakkelsinni hérna líka. En við ætlum að fara aðeins yfir hálfleikstölur. Selfoss Haukar 12-15, Haukar þar 3 mörkum yfir og þeir að sína sig og sanna þar. Stjarnan Valur 10-10 og Afturelding Fram 15-8. Eitthvað sem kemur óvart þarna, Krissi? Nei, í rauninni ekki. Ég bjóst alltaf að það yrði hörkuleikur í Mýrinni. Stjarnan Valur og valsmenn auðvitað geta ekki spila verri en gerði í síðasta leik. Nei. Haukarnir auðvitað, ég menna, þeir hljóta hafa stilt þessu upp bara sem svona, ég veist náttúrulega engin úrslitaleikur eða eitthvað svoleiðis, en þeir eru ekki mikinn vilja til að byrja á móti á þremur tapleikjum, þannig að... Nei, og þeir eru aldrei að fara í þannan leik eins og kannski, já, Afturelding með kannski pínu hálfum huga að eitthvað vannmatt í gangi. Já, akkurat. Því þeir eru bara með 0 stig. Já, það er nú málið. Þannig að Selfissingar með 4 og eru í góðum málum. Já, hvetjum endilega enn og aftur alla til að vera að virka á Twitter, hashtaggi Ólisteildin, lega okkur að fylgjast með. Já, við sýnum svo í næstu umferð á 5. Fram, Selfoss, beint á Sport TV. Það er líka hægt að fara inn á heimasíðuna og sjá Selfoss Haukar í beinni. Hér er Elvar með dauðafæri. Hér er FH-vörnin ennþá að hlaupa úr stöðum og allt opið. Ég ætlaði að segja Freysi svona þegar seinni hálfleikurinn er að byrja að FH-ingar verða að spila miklu betur varnarlega í seinni hálfleik heldur en í fyrri hálfleik. Þeir eiga sénsinn á móti góðu liði Gróttu. Já, hérna brjóta þær á sér og aukakast dæmt. Halldór vantarlega látið menn heyra það. Hér er minna þess að stíga út að þess að hleypa. Hér skot og þetta verið Ágúst. Birgisson. Já, báðir. En hann var komin út af boltinn. Það var Elvar. Hendur konur, já. Leonard með skot og þetta verið Ágúst. Þetta er 3. skoti sem að ver. Komum við fleiri varðarnast í heldur en nafni sinni í markinu. Nei, Ágúst Birgisson. Nú eiga flottan leik og hér vinna boltan. Júlíus Þórir keyrir upp og skorar. Júlíus Þórir með 4. mark sitt í leiknum. Og 16-12 Gróttu í vil. Grótta að byrja þetta vel og byrja þetta mót gríðarlega vel. Já, ekki svona spurning. Og það eru bara með flott lið. Ég meina, Gunnar er búinn að vera að spila töluvert á breiddinni og þeir eru bara verðskulda 4 mörkum yfir hérna. Já, þeir eru að byrja á móti liðum. Þetta er frábær sending á Einari. Glæsilega spilað. Og Ágúst grípur þetta vel. Þeir hafa verið að byrja eins og segja. Þeir byrja á móti Frömmurum. Vinna það. Mæti svo Akureyri ekki satt. Jú. Og vinna það. Og þetta er tæft. Ég held að þessi báða leikirnir að fara mjög tæft. Já, ég man ekki alveg tölurnar í fyrsta leiknum en þeir unnu allavega á Akureyri með 1 marki. Já, ég held að 21-20. það var svipað með Fram með 2 eitthvað. Þannig að þeir eru að skila þessum stigum í hús og já, þeir kannski eiga eftir að mæta sterkar anstæðingum en skulum sjá hvað þeir gera í þessum leik. Það er 6 stigum, það er frábært hjá þessu liði. Þá er það Nökkvi mjög snöggur á fótunum. Þórir með sendingu í hornið á bróður sinn og hann slótar þessu glæsilega. Þeir eru búin að æfa þetta vel. Finnur Ingi með 5. markið. Enn og aftur Freysi, ég veit það ekki. Já, þessi sending náttúrulega frábær. Þetta er vel spilað hjá F-fangum Ágúst Birgisson. F-fangur náttúrulega áttu bara Einar Inga fyrirgjöðu. Áttu hann náttúrulega bara inni hérna í seinni hálfleik. Hann var náttúrulega bara ekkert viðstættur í fyrri hálfleik. Var ekki nógu góður. Einar Rapp, alls ekki, Einar Rapp. Já, hann misti svolítið hausinn hérna í fyrri hálfleik. Hann er þannig karakter að því ég þekki hann og hann er oft bestur þegar hann er búinn að missa hausinn þess. Já. Þannig að við mögum alveg að vona því að hann er í góðan seinni hálfleik. En enn og aftur Freysi, eins og ég sagði hann, ég ætla ekki að hljóma svo bílur plata sko, en þetta er ekki nógu gott varnarlag hjá FH. Þeir eru að skora allt og einföld mörk. Já, það er alveg rétt. En svo hérna á hann, sko, þetta er sending úr vinstri
skyttunir í hægra horn og hann fær bara dauða færi. Það er bara ekki boðlegt. Já. Það er rétt. Verða að vera vakandi og þetta er ekki fyrsta skipti sem að Júlíus Þórir sendir hann í hornið. Nei. Þessi er búinn að reyna að gera þetta 4 sinnum í leiknum, þannig að menn eiga að vera vakandi fyrir þessu. 1 sinni ok, en 2 kannski, en 4 sinnum nei. Og hér er frábærlega spilað. Já. Og þetta er allt og auðvelt. Já. Nökkvitaðan gerði þetta vel, sótti inn í hornið og það var aðeins svo mikil hjálpavörn þarna. Já, 5. markið. Og þessi bolti bara út af. Tapaði bolti hjá FH-ingum. Þeir halda áfram að henda boltanum frá sér. Nökkvi með sendingu á Þráinn og hann klárar þetta með stæl. Þráinn Orri, 4. markið hans, 19-14. Byrjaði hérna seinna hálfleikinn á miklu krafti, Grótta. 5 marka fórusta hér bara á, já, var náttúrulega 3 marka fórusta í hálfleik. Hún bæta við 2 viðbót. Þessi sending, já, erfið. Júlíus er að loka hann að miðjunni og Einar Vir. Glæsilega gert Einara. Stöngin inn, óvrindi. Þarna náði Júlíus að loka sendingaleiðinu eins og varst að tala um í fyrra hálfleik. Náður ekki að koma boltanum yfir og... Já, nákvæmlega. Þetta er erfiða sendingar sem Einar var að gera. Einar gegn klofið á honum. Hann er að spila þessa 5-1 vörn og tekur ekki mann, heldur loka bara miðjunni. Og Valdi Grímsson var mjög hrifinn af hérna á sín tíma. Já. En þá er það Grótta. FH-ingarnir stíga hér út og það reyna að stoppa Sárfinnar, fá fríköst í þetta. Það er ekki gengið nógu vel. Gróttumenn hafa náð að láta boltan ganga ágætlega og fengi fín færi. Hér leysir Leonardinn. Það er Finnur. Treður hann á Þráinn og hann fær aukakastið. Peysu tók hann það. Þetta sé hárrétt. Þetta var svona atvika sem að bæði liður eru hundfúl. Grótta veldi á víti, FH veldi fannst þetta ekki vera neitt. Já, Þráinn hoppar reyndar sko frá markinu, þannig að það er kannski ekki þetta að vera að dæma. Hendir í kúnu. Já. Þá er það Finnur. Hann mætir honum enginn. Nei, Elvar verður að taka skotið. Nei, hendi við. Það er ekki 6 sendingar. Jó. Og þessi sending í hornið og þeir flauta þetta bara línu. Og Ágúst kemur boltanum í leik, Einar Ramm. Erfiða sendingu, hann er genið klofið á Elvari. Gekk ekki upp. 3 á móti 2. Það var Árni. Árni er í gegn og hann skorar! Eins og hann hafi ekki gert neitt annað í lífinu. Hann að dribla upp boltanum. Og gerir þetta vel 20-15. Þetta var fyrirliðalegt mark. Já. Það var alveg eftir því að við stundum að dribla upp alls á völdinu og skjóta svo langt yfir. En hann gerði þetta vel. Og 5 mörkum yfir hér aftur Gróttumenn og lesa þær inn. Arnar Freyr, Gísli, Jóhann, Einar, reynir tróðanum hann á Arnar en Arnar var ekki alveg tilbúinn að fá hann að bolta. Þetta er frábær fitta hjá Óðni og hann slúttar vel. Ég held að Óðinn þurfi nú að fara aðeins að taka til sínu ráða, taka meira 1-1 og reyna að komast inn því hann reynir skorar. Já, nánast alltaf. Já, þú veist það, ef hann fyrir inn úr döða á demantinum þá er hann mjög líklegur. Já. Þannig að hann mætti nú alveg skjóta oftar. Einar Rafn eins og sé, þar er búinn að koma ákveðlega inn hindi setna áleikinn með línusendingar en kannski full bráður hann eins og áðan. Já. Þarf að finna og velja réttu færin. En líkindin hjá er að stoppa varnarlega og hér er boltinn að detta í hornið og þeir skora. Þeir eru að keyra upp og það er enginn til að taka frákostinn. Ég held við með teljast til rétt, Freysa. Þetta er allavegni annað ef ekki 3. skipti sem að boltinn einmitt fer beint af. Þannig að Ágúst Eli vera beint niður í vinstra horn til Júlíusar. Ég held að sér að þetta er ansi oft sem að boltinn er að detta þarna í hornið. Hann er komið 6 mörk. Það er alveg rétt eins og sagður að ok, nú leysir Óðinn inn. Já, og það er Gísli, það verður lítið þessi boltið er að komast yfir, hann já. Og Jóhann, en sjáuð markvörsluna hjá Lárusi. Hann er sjóðandi eitur eftir að fengi boltan í andliti hérna í fyrra hálfleik og hefur nánast ekki hleypt marki inn síðan. Þetta er eins og við segjum, þetta er lykillinn sóknarlega hjá FH. Það er að ná að einangra því að svo komst inn á hann. Júlíus er að spila í rauninni bara í svæði fyrir framann og ef þeir koma boltana fram hjá hann þá fá þeir færi en þeir hafa einfaldlega með svona hnoði og dribbli ekki náðu þessi tempó upp sóknarlega þá. Nei, ekki náðu að nýta það vel. Það var Nökkvi.
Leonard, brotið á honum. Jóhann fastur fyrir hana. 8,5 mínúta liðin af seinni hálfleik. Þessi bolti. Já, neldi hann bara í fótinn á Jóhanni, fekk boltan aftur og það þarf að þurrka boltan. Þeir þurfa að finna svör. Þeir þurfa að finna svör varnarlega F-fáingar. Ég veit það ekki, það er spurning. Nei, ég veit það ekki. Man finnst skrítið þegar leikmaður eins og Ísak Rafnsson er yfir höfuð í... Leonard með frábæran snúning og neglir honum í markið. Þetta er allt of auðvelt mark. Einn á móti einum árás. Óðinn hér. Heldur áfram að vera duglegur. Já, leikli. Já, og hann á 22-16. Gróttu yfir og þetta er ekki gangu upp hér. F-fáingar er búin að skora 4 mörk í seinni hálfleik á meðan Gróttumenn hafa skorað 7. Já. Þetta er einhvern veginn fyrir sig, við komum svolítið alltaf að þessu sama. Þetta er, ef þú spilar ekki betri varnarleik en þetta, þá áttu erfitt með að vinna leiki. Það er bara svoleiðis. Og F-fáingarnir hafa verið að henda svolítið boltanum frá sér líka. Klaufalega. Ágúst kannski ekki náða að vera klukka þó að hann kom með 9 bolta varða í þessum leik. Þá eru Gróttumenn búin að fá aðra grúa að færa í þessum leik. Þannig að prósnum sé það kannski ekki drosa gott. Nei, þetta er ekki eins og þessi mikið af neglum frá skittónu þeirra lengst utan að velli hjá Gróttu. Þetta er mikið bara 6 metra skot. Já. Þannig að við skulum sjá hvort að F-fáingar breyti einhverju núna varnarlega. Þeir auðvitað taka leikli. Ég sé að Ísak Rafnsson er að koma inn á. Það er spurning hvort hann ætla eitthvað að fara í framlíkjandi vörn eða eitthvað slíkt til að taka tempóð úr leikni á Gróttu. Sjáum hvað situr í næstu vörni að fá. Þeir eru bara eins og sé. Þeir eru að reyna of mikið. Þeir eru að reyna að rjúka út úr vörninni. Þeir eru ekki að halda stöðinni og Gróttumenn eru bara að spila sér vel út úr því þegar F-fáingar gera það. Þeir þurfa kannski fyrst og fremst að fara að halda stöðun í vörninu. Þeir verða að hleypa þeim í þessi dauðafæri. Akkurat. Þeir leysa inn í fjórðu Gísli. Ísak, fín setting. Þetta er brot rétt. En þetta var ágætis sókn í FH og Einar Rafn þurfti kannski sækja aðeins breiðar. Já, leið og boltinn kemst yfir Júlíus þá fáðu sensana. Reiðir hérna gegn brotið á honum. Þórir á mótunum, lokar hann miðunni, Einar Rafn lendir á vegg hérna, kemur boltanum á Ísak, hendurinn uppi. Gísli með frábæra sendingu og vel spilað í hæðum hann. Gísli Þorgeir með sendinguna á, var það ekki Ágúst? Jú, Ágúst Birgisson með 3. mark sitt. Það er fyrir sem nú er það búin að breyta, F-fáingar varnarlega, nú er Gísli Þorgeir komið fyrir framann. Já, spurning hvað gerist nú? Já, Ísak spila bakvörðinn móti Leonard. Ágúst og Jóhann Birgir fá að hvíla hérna varnarlega. Já, Elvar kemur inn að rólega að vörninni og það er allt of langa tíma þarna. En Jóhann er að stoppa hann. Hún er mjög nálátt hann Elvar. Elvar aftur, tekur skotið eða hvað, reynir sending og áinn. Ég veit ekki hvernig boltinn komst þangað, en þvílík heppnistimpill þarna hjá Gróttu. Elvar reynir að senda þráinn snýr baki í boltan og boltinn einhvern veginn skoppar þarna áfram og endar út í horni. Það sem að Finnur klárar þetta með marki. Það er ekkert að falla með F-fáingum eftir. Nei, þetta segir manni að þegar svona gengur upp, já, þá er erfitt að vinna lið. Já. Það var Ísak. Einar og brotið á honum. Fer hann samt í andlitið á honum. Ísak á miðunni. Gísli. Ísak. Sýnir sendingi á hornið, en þessi bolti slána. Já. Óðinn úr horninu.
Þannig komst boltinn áfram, komst boltinn fram hjá Júlíusi og Einar. Já, Einar kloppaði hérna nökkva og Óðinn fekk hérna færi. 6 marka munur, það allt takt í þessu. Það fangur alls ekkert búin að tapa þessum leik, þeir hafa vopn í búri sínum til þess að komast inn í leik, en þeir þurfa að fá Ágúst með sér í lið. Sjáðu þarna missaði boltan, þurfa eitthvað svona, nákvæmlega svona. Og hér Einar á Óðinn í gegn. Það Lárus! Lárus Helgi þar fyrir og frá Óðinn ekki eiga eitt svakalega leik núna. Nei, 2 klikk í röð, það ekki oft sem maður séð það. Nei, hann með 3 mörk. 7 skotum. FH búinn að skora 17 mörk á 42 mínútum. Já, þetta verður erfitt. En við höfum séð þetta Frissi með fyrstu leik í Gróttu tímabilinu. Þeir eru alls ekki að fá þessi mörk mark heldur. Það verður að spila vel varnarlega. Þeir hafa náða að styrla létt. Elvar kemst ekkert áfram þarna, Einar stoppar hann. Þetta betra að varnarlega. Þeir eru að taka frumkvæði núna, reyna að ná 2 boltum. Það rétt. Elvar upp og hann skorar. Ágúst var hann í þessum bolta en Elvar gerir vel. Elvar Friðriksson með fyrsta mark sitt í leiknum. Og ég held að FH sé upp og skoða að skipta varamarkmanninn minn á Birki Fannari. Já, Birki Fannar, servicingurinn farin að hita upp allána. Já, 24-17. Gróttu vil. Gróttumenn að spila hrikalega vel hér. Ísak missar boltan hér, en Ísak mikil barátt í honum og vinnur boltan. Já, fín barátt í Ísaki þarna. Júlíus Þórir eitthvað. Já, smá stæla. Já. Það þarf að þurrka boltan. Lífsnauðsynlegt fyrir FH-inga að ná núna 2-3 vörnum, vinna boltan og reyna að minnka munin. Það verður rosalegur eltingarleikur, þeir eru alltaf að fá sér mark og einhvern veginn ná ekki að ná alveg takt í sóknarlega. Þeir þurfa bara vonandi fyrir leikinn að minnka munin aðeins núna. Já, þeir þurfa smá rönn núna. Með boltan yfir. Já. Gísli aftur. Þessi erfiður bolti, tapa á boltanum þarna. Þeir eru ekki mikið að horfa á markið þarna. Nei. Og Gróttumenn koma hér upp. Skipta 2 inn á. Það verður að segja stæla og sveifreysi. Við erum að tala um að FH-ingar þurfa að fá aðeins meira flot og meira tempo sóknarlega og reyna að koma boltanum fram í Júlíus, en við mögum ekki taka af varnarleiknum á Gróttu. Hann er virkilega góður. Já. Lárus Helgi búinn að vera góður í markinu. Já, hann kom mjög öflugur inn hérna. Varði víti og svo frákastið. Í frákastinu fekk hann boltan í andlitið og er búinn að standa vaktina síðan. Já. Búinn að verja 7 bolta. Ágúst Eli með 9 í FH-markinu. Nú var það Grótta. Þessi bolti hérna langur yfir. Þessi út af. Kærleysi þessi sending. FH-ingar njóta góðs af því. Koma hér í sókn. Þeir þurfa að bara gíra sig inn í þessar síðustu 15 mínútur hér. Þeir verða ætla sér eitthvað úr þessum leik. Sjá hvað þessi sókn gefur af sér. Ágúst kemur, lækir boltan. Einar. Og Gísli reynir að komast þarna utanvert. Andri reynir að tróna á línuna, þeir missa boltan. Og Finnur komin einn í gegn. Hvað gerir Finnur? Nei, hann verður þetta Ágúst. Glæsileg markvarsla, 10. skotið hans. Gerir bakki á þeim. Já. Þeir eru að nýta að sjá Einar Rafn hérna dauðafrí hérna. Ágúst með færi og skorar. Ágúst Birgisson með 4. mark sitt í leiknum. Og gulspjald á bekkinn. Við viltum vantarlega að fá 2 mínútur. Já. Það er nú lítið 2 mínútur í þessu leik. Það er bara FH-ingarnir búin að fá 2. Já. Ísak og Jón Birgir. Þannig að Gróttumenn hafa verið inn á, náða að halda sig inn á allan leikinn.
6 marka munur núna 14 mínútur eftir. Það er einmitt eitthvað svoleiðis sem að F-fangar þurfa að fá manninn út á og vera einu fleiri í 2 mínútur og aðeins að koma sér í gírinn. Það var að Leonard finnur Leo Elvar brotið á honum, Einar brýtur á honum. Þetta er betra varnarlega núna hjá FH. Já, spila 4-2 núna Grótta. Ljus, Elvar. Þarna boltinn á línuna og þessi bolti framhjá að víti. Þarna eins og Elvar er að koma þarna dribblandi, tekur 1 skref. Algjör óþarfi fyrir Gísla Þorgeir að fara að hoppa upp eitthvað. Bara Leon að skjóta það. Hann er ekkert að fara að skora það, þetta hann ekki í 8-10 sko. Nei. Þannig að verða vega og meta þetta betur. En víti sem Grótta fær. Og Finnur skorar. Skorar hann. 7. mark sitt í leiknum. Það munur hann á Leonum. Já. Hann er markaðastur Þráinn Orri með 4. Leonard á nökkum með 3. Og Júlíus Þórir með 6. Ég gleym honum bræðurnir að klára F-fanga hérna á staðan núna. Það var Gísli og Einar. Víti og 2. Hér koma 2 mínútur sem að F-fangarnir hafa verið að bíða eftir. Leið og ná smá floti og meira tempo á boltan og færa boltan frá vinstri til hægri, þá fá þeir alltaf sénsa. Mér finnst Gísli samt ekki vera að horfa, hann horfir alltaf bara út á miðjuna, hann er ekki að horfa á það milli fyrir aftan senderinn. Það er alveg rétt. Verður að koma boltanum hann bara hratt yfir á Einar og Einar koma á ferðinni. Já. Einar á vítapunktinn, hvað gera hann núna? Hann held í andlita á honum á hann. Og aftur veran frá Einari, Lárus Helgi. Alveg með Einar Rafni í vasanum kemur á vítum. Heldur betur búinn að vera mikilvægur í kvöld. Já. Það er skipt honum út. Það spila, já. Vilhjálmur kemur inn á. Spila hér margir sóknarlega. Sjá hvað F-fangarnir ná að nýta sér þetta. Enginn í markinu. Fá 1 ódýrt mark. Það er mjög gott fyrir þá. 25-18. Ára Finnur hendinni komin upp. Það er með að segja, þetta er enginn að horfa á markið þarna. Og Vilhjálmur, sjáu sendinguna, en á að tróða boltanum hann að Þráinn. Þráinn gríðarlega öflugur í þessum leik með 5. mark sitt. Vel gert hjá Vilhjálmi. Geir Haugsinni. Vantaði Freysi betri forvinnu hjá Einari Rafni. Já, það er náttúrulega erfitt. Þráinn er náttúrulega miklu stærri og hér er frábær hávörð hjá Þráinn. Og hraðblöð og mark. Júlíus Þórir með sitt 7. mark. Þetta er 2-0 kafli einu færi. Það Gróttu. Já. Og takaði leikhlé. Gróttumenn svo sannarlega tilbúinir í slaginn hér á heimavelli. Þetta er svona svo sem það sama Freysi, við erum alltaf að tala um það sama. Já. Þeir F-fangarnir hafa bara ekki náðinu tempói hér í seinni hálfleik. Engu takti og þar af leiðandi er bara 9 marka fórusta. Já. Þannig að það eru örfá mínútur síðan við vorum að tala um að þeir þurft að fá 2-3 varnir og reyna að koma sinni í 4-5 mörk. Þetta er fljótt að gerast. Já, þeir eru búin að skora F-fangarnir eru að skora bara mjög svipað og í fyrri hálfleik. Já. Þeir eru komin með 6 mörk núna eftir einhverja 15 mínútur, ekki 15 mínútur leik. Það er alveg örugglega og eftir 15 mínútur leik í fyrri hálfleik þá voru þeir búin að skora 7. Já. Þannig að Stjarnan að vinna Vala 18-17 og 21-19 fyrir hverjum á Selfossi. Það trúa því að Selfoss er búin yfir það. Já, það er spurning. Biðjum áhorfendur að vera að virka á Twitter. #Ólísdeildin. Já, Selfoss er komið yfir. Ok. Það er ekkert öðruvísi. Selfossingar
koma eins og stormsveipur inn í þessa deild og hér Einar og núna verður Lárus aftur, hann komin hérna lagstur og Einar neglir í exið á honum og það ekkert að ganga upp hjá F-áingunum þessa stundina og Lárus Helgi með 9. Það nú það Ég var nú bara, Freysi, ég sko viðurkenna það, ég gafti nú bara hérna, ég var nú að velta fyrir mér hvernig í ósköpunum þeir fengu það út að Grótta ætti þetta engast. Það er engast sem að F-áingunum hlupuð bara tilbaka líka, meira allir. Já, ég menna, dómar eitthvað bendingum á Grótta eftir boltan, þannig að þeir ætluðu bara að koma sér í vörn. Já. Þetta var sérstakt. Já, aftur komar Ísak upp. Já, og sjáu þetta dauðafæri og núna skorar Einar. Já, hann hættir ekki. Og minnkar muninn í 7 mörk. 8 mörk. 27. Já, 8 mörk, fyrir ekki. Já, 21-19, Selfoss í vil. Ótrúlegt. Ekki með stöðuna í afturöndingu fram, en það grunar að afturönding sé nú að klára þann leik. Með hálfleikstöðlur. Þá var það... Gísli Þorki ekki mjög langt út á völlin hérna. Já, og Vilhjálmur, og þessi bolti slæmur. Og Einar, sjáu þetta er málið. Þetta er munurinn. Já. Þannig að Einar hæglega geta skuttað sér á boltan. Algjörlega. En Júlíus kom hana vel á undan og náði þessu bolta. Það er bara alveg rétt fyrir sig, það er bara einhvern veginn. Það er meiri vilji, meiri kraftur og barátta í Gróttamönnum. Þráttur að vera 8 mörkum yfir, það er auðvitað bara til fyrirmyndar. Hendin er uppi. Einar skot og þetta ver hann í markinu. Ágúst Eli með þetta skoti sem hann ver. Einar af. Og Einar var komin hann í gegn. Þarna hefði Einar bara mátt vera lengra. Já, hann las þetta vel, hann Vilhjálmur í horninu. 10 mínútur eftir. Það var það Gísli Freyðurinn bróðboltanum í hornið, gengur ekki upp. Kannski áhugavert í svona þessu öllu saman fyrir sig að það vantar auðvitað Ásbjörn Friðriksson, aðal sóknarmann, getur við sagt, F-áinga, en samanskapi vantar Aron Dag Pálsson á Gróttu. Þetta er vel gert hjá Einari, snýr sér hérna skemmtilega og það er gott færi og klára það. Hvað sér, vantar? Nei, ég segi að hérna, maður svona aðeins velti fyrir sér að F-áinga auðvitað vantar Ásbjörn Friðriksson sem að handabrotnaði en það er búið að vanta á þessu tímabili Aron Dag Pálsson, miðjumann og leikmann Þóróls. Pálsson, Pálsson Þórólssonar. Já, það er rétt. Sem að er mjög öflugur. Mjög öflugur leikmaður, þannig að Gróttan á bara eftir að styrkjast. Hér er Nökkvi með sendinguna, gengur ekki upp, aftur skuttlaður á svo boltan. Frábær barátta hjá Gróttumönnum. Þeir að vinna hér hvern boltan á fætur öðrum sem er 50-50. Hér er Nökkvi. Allt blött hérna sem að menn eru bara hennið. Og Finnur klárar þetta með stæl. Austara, hann er langt undan, út af, segir Halldór brjálaður hérna á endalínunni. Þetta var ótrúlega slútað hjá Finni. Einar. Og hér er brotið á honum. Það er alltaf gangu upp hjá Gróttum. Já. Það er bara... Það er alveg sama hvað þeir gera sóknarlega, þeir einhvern veginn fá alltaf séns. Já. Það var það fanga að lesa Óðinn. Einar með skot. Það er óhagað og vel yfir. Já, þetta er erfitt. Þetta er erfitt hjá F-áingum. Þeir eru að taka oft á tíðum erfiða sénsa hérna sóknarlega. Já, þeir eru náttúrulega með 8 mörkum undir og 7,5 mínútur eftir, þannig að þeir kannski komið smá þrótt. Sóknarlega hefur ekkert gengið. Meðan allt er að ganga upp hjá Gróttu. Já. Gróttan, Freysi, mér finnst þeir líta bara vel út. Já. Og hérna, auðvitað getur maður sagt, sko, þeir eru ekki búin að mæta kannski bestiljónum í deildinu og allt það, en eins og bara varnarlega, svona sérstaklega eftir kannski fyrsta korterið, þá er Grótta búin að vera virkilega öflugir. Já.
pínu svona, finnst mér, hugmyndasnaut og tilburða lítið í F-fæðingum í dag. Vantar svona kraft og baráttu og þeir mistu svona einhvern veginn hausinn, ég misti ekki hausinn, þeir svona missa svolítið trúna á þetta fljótt. Þannig að þeir hafa verk að vinna, F-fæðingar. Já, þeir hafa verið ekki gengið nógu vel í dag og meðan Grótta hefur gengið spila hann leik bara mjög vel. Það hefur verið stígandi í liðinu allan leikinn. Það var Nökkvi. Gerir hérna undan mér, sendir boltan með Júlíus. Júlíus dreður sér hérna á milli, ekki dæmt, rétt. Ég sammála þessu. Ekkert að þessu. Nei. Og gerir losaði boltan. Gísli. Já. Einar losa boltan. Já. Og skot og mark, vel gert hjá. Þeir eru að rífast hérna Einar og Júlíus. Láta með hvern annan heyra það. Einar að kallaður út af. Þannig að róa niður. En þarna var það Gísli Kristján sem skoraði ekki. 28-21. Jú. Það finnur kemboltanum hérna. Jón Bjarni Ólafsson kominn inn á í hægri bakverð hjá F-fæðingum hérna. Örfendur, stór og mikill drengur. Kröftugur. Hann mætir hér Vilhjálmur. Já, þetta er flottur. Fín vörn hérna hjá honum. Vilhjálmur frábær fitta hann. Skref, já, rétt. Það hefði mátt dribbla hann eftir að hann búinn að taka fittuna. Þetta verið stórkostlegt. Og hér er hann með skot, þetta er lesið. Jó, Lárus Helgi les þetta glæsilega. En Jón Bjarni gerði þetta ágætlega, hann komst í færi. 21-21 í Stjarnan-Valur. Já, hörkuleikur þar. Það eru 3 mínútur eftir þar. 28-21 hér fyrir Gróttum. Og það Leonard vita sinna miðuna, kemur boltanum áfram en brotið á honum. Það skipta kerfi 2, kemur hann utanverð en Leonard reynir að tróða sig gegn brotið á honum, Ágúst brotlegur. Hendin uppi, 6 sendingar ekki, 2, 3 og það þurfa 3 bara og sjá hérna, baráttan komin í FH. Jón með fína baráttu hana, Leonard óöppinn, hendur í stöngina hana, fín spil hjá þeim, Jóhann upp. Og Jón með skot og núna skorar hann, það komið kraftur frá Jón Bjarna inn í þetta lið, FH-lið hérna. Þetta er alvöru gæi, hann ekkert að tvínóna við þetta. Það mátt koma inn á fyrr. Já. Þetta er gott hjá honum, hann fer í dauðafæri í síðustu sókn og klikkar, en hann ekkert að... Nei, vinnur boltan en hendir sér á boltan, sem við erum búin að vera auðsettir hjá FH-ingum. Grótta hefur gert það nánast allan leikinn. Ísak Rafnengi gerði reyndar hérna 1 skipti í fyrra hálfleik, en svona Gróttumenn hafa verið grimmari á alla bolta. Sex marka munur hér og það er 22-21 fyrir Stjörnuna, þeir eru 2 mínútur eftir. Já. Hörku leikir, Pressi, í kvöld. Já. En það er því saga til næsta bæjar ef Haukamenn verða með 0 stig eftir 3 umferðir. Já. Það hafa aldrei gerst áður. Nei, ég ætla nú einmitt að spyrja það að því. Hefur það einhvern tíma gerst áður? Nei, ég held að hafa nú alveg tapað 2 leikjum í röð inn í deild en að tapa 2 í röð í fyrstu 2 umferðunum og hvað þá fyrstu 3, það hefur aldrei gerst. En alltaf eitthvað fyrst. Alltaf eitthvað fyrst, já, það er rétt. Það er reynda 28-25 Haukum í vil núna. Ok. Haukarnir segir 50 mínútur, Leinar. Já. Þá er það 4,5 mínútur eftir 6 marka munur. Það er nú eitthvað mikið að gerast hérna ef FH-ingar ætla að komast inn í þetta. Og það er svona baráttu sem að er allavega þá eiga möguleika. Og Leonard Elvar á miðjunni hérna. Nökkvi, Elvar,
Leonard keyrir hérna og skorar! Leonard Þorgeir Harðarsson með 4. mark sitt í leiknum og 29. mark Gróttu. Það virðist fátt alltaf stöða Gróttu hér. Já, enn og aftur finnst manni samt þetta að vera of auðvelt mörk. Já, það er sammála því. Þeir ekki að hafa nóg mikið fyrir þessu. Nei. Gísli Kristján, sjáu þetta, frábær sending á Nökkva, þetta er sirkus og frábærlega klárað Júlíus Þórir með 8. mark sitt í leiknum. Frábær sending hjá Nökkva Dan Elliðasinni og þeir fara hamförum hér. Ég veit ekki Freysi, mér finnst svona öðrum ólastöðum burt sér frá skoruðum mörkum og allt það. Mér finnst nú Nökkvi Dan og Lárus Helgi búinn að vera einna bestir hjá Gróttu í dag. Já. Þeir hafa náttúrulega, Júlíus Þórir búinn að vera mjög öflugur í slúttunum. Hann er nýtt færið sinn gríðarlega vel. Akkurat. Hann er með 8 mörk úr 10 skotum. Já. Og það verður að hrósa honum fyrir það. Algjörlega, engin spurning. Hann fljótur upp og hefur átt líka átt til tvær stóðsendingar á bróður sinn. Já. Hann er mjög góð. Ekki með blokk. Og auðvitað spila frábæra varnarlega. Lárus með les þetta eins og opna bók og ver sitt 11. skot í leiknum. Það fáum við að sjá hér í fyrsta skipti í leiknum leikmann nr. 57 sem heitir Hannes Grimm á Gróttu. Já. Kemur inn á línuna og leikmann nr. 24 Pétur Árni Hauksson í hægra horn. Það lefa sér að skipta inn á hérna, þetta er nokkuð komið hjá þeim. Þetta var reynslu mikil hreyfing hjá Elvari Friðriksson. Já, hann er komið langt inn teig. Herðu, Stjarnan vinnur 22-21. Ok. Valsmenn í miklu basli. Já. Þeir náttúrulega vantar einhverja leikmenn og þeir verður náttúrulega betri en það er vont að tapa þessu leikjum. Já. Fáum lýsist í hús. 2 mínútur eftir hér, 8 marka munur. Já. Gróttumenn siglaði svona nokkuð þetta. Missi boltan. Já. Keiraður upp að fóðingar hér. Óðinn. Erfið sending. En reynir að tróða sér gegn hana og brotið á honum og 2 mínútur á Elvar. Hákon Grimm eða ekki? Jú. Hannes Grimm. Hannes Grimm. Hannes Grimm. Hannes Grimm. Grimmur kallinn. Já. Gott nafn. Gott nafn. Þorgeir Björnsson kominn í vinstra horni hjá F-fóðingum. Fær hér síðustu mínúturnar. Já. 30-28. Nokkuð öruggur sigur Gróttumanna í Höfn, mætti nú segja. 30-22 sig. Já, Jóhann konið 6-0 og assist þarna og Gróttumenn hirða boltan. Já. Halldór, hann er rauður í framan. Hann er ekki sáttur með stór dómara hér í dag. Nei, það er nokkuð. Ég held að það samt ekki að það er ekki sem hefur loka áhrif í þessum leik. Það er ekki stærsta vandamáli sem hann stendur fram með fyrir núna. Nei. Það er ekki haft úrslit áhrif hér dómgæslan. Hún er búin að vera bara nokkuð solid. Já. Leonard með skot og þetta verður Ágúst og er dauðafæri. Enginn markinu sko. Nei. Já, þeir ná að tapa boltanum. Ágúst Eli gerir sér ekki grein fyrir að það var enginn markinu. Ég held meira að segja að hann hefði mátt horfa í vinstra horni. Þorgeir Björnsson var miklu betra færi. Það var stannaflega líka. Það var bara að leikmenn bara bíða eftir að þessum leik ljúki. Við ætlum að fara strax í viðtöl eftir leik og heyra hvað menn hafa að segja um þessi úrslit. Gróttumenn með 6 stig eftir 3 leiki. Það er ekki margir búist við því. Nei. Hér er enginn í marki. Aftur. Og Óðinn skorar auðvitað. Já. Loka staða, hvað? 30-27, ekki sko það? 23, já. 23. Grótta taki ná einu hérna. 10 sekúndur. Marki yfirbót. Nökkvi með skot, nei. Það er Ágúst að skora. Já, hann skorar 24. markið og það eru lokastöður 30
24 Gróttu í vil. Við ætlum að geta skella mig niður í viðtöl. Þú kannski ferð stundlega yfir markaskor. Já. Held ég. Endaði 30-24, Gróttu í vil. Og markaðustu menn. Finnur Ingi Stefánsson skoraði svo mikið sem 7 mörk fyrir Gróttu. Júlíus Þóri Stefánsson með 8 mörk. Árni Benedikt Árnason 1 mark. Leonard Þorgeir Harðarsson með 4 mörk. Nökkvi Dan með 3 mörk. Elvar Friðriksson 1 og Þráinn Orri Jónsson 5. Og Lárus Helgi með 12 bolta varða samkvæmt tölfræðinni hér. Ágúst Eli Björgusson varði 11 skot í marki F-fáinga. Ágúst Birgisson skoraði 4 mörk. Eins og Óðinn Þór Ríkharðsson. Gísli Þorgeir skoraði 3 mörk. Einar Rafn Eiðsson skoraði 5 mörk. Jóhann Birgir Ingvarsson 1 mark. Jón Bjarni Ólafsson 1 og Arnar Freyr Ásselsson skoraði 3 mörk. Freysi kominn með Halldór